Æfingar 1.1, við skulum byrja að lesa æfingu 1.1.1 eða æfingu 1.1. Hér á að skrifa ræðu tölurnar sem notabundin tóðabrót, 1.9., 1.7. og síðan 3.25. og sannreina sér niðurstöður í MATLAB. Nú, kannski bara auðveldast að gera þetta svolítið almennt. Höfum hérna almenn brot, byrjum bara á hálfum, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/7, 1/8, 1/9 og 1/10. Svona má svo sem halda áfram og skrifa þetta eins og fornagiftar. Þetta eru strangt tekið einingabrót því að teljarinn var þá alltaf að vera 1 og við skulum hérna skrifa tilsvarandi tugabrót. Það er svona 9. öld eftir Krist sem við fáum þá framsetningu almennt og það hafi sérst fyrr hjá Indverjum. Og þá hafa við grunntöluna 10, þannig að þetta verður 0,5. Hvernig er það? Það er ekki, ef við markvöldum 2 hér og 2 hér, þá fáum við 1 og 1, þannig að það er sama vinstra og hægra með jafnvægismerkið. Nú, svo höldum við áfram 1/3 er 0,3. Við verðum að halda áfram út í það vandarlega. Við skulum aðeins skoða af hverjum. Hérna höfum við spurninguna hversu oft ganga 3 oft upp í 1 og það er þetta aldrei. En þá getum við spurt hversu oft ganga 3 upp í 10. Það kemur tugakoman og þá getum við svarað 3 svar. Til þess að finna afganginn, þá markvættu tilbaka 3 × 3 er 9 og þá er afgangurinn kominn. Það munur á 10 og 9 sem er 1. Nú getum við aftur spurt hversu oft ganga 3 upp í 1 og þetta er tugabrót, þannig við meðum bæta við tölum eftir komu að vild. Þannig við bætum hér 0 við, það kemur strangt ekki hérðan og svo hérðan og 100 - 90 eru 10. Hvað ganga 3 upp í 10? Það er 3 svar. Markvættu tilbaka, 3 × 3 eru 9 og við sjáum núna að við erum komin í svona líkju sem við komumst ekki út úr. Við kemur 1, tökum nú niður og alltaf bætast í þristur. Svo leys að við skrifum þá, þetta er 0,333 og svo bætum við þristum alveg út í óvandarlega. Og hérna þurfum við þá að fá nýja hugmynd og það er lota. Það var bara rauða. Við sáum að hér gátum við hætt og 0,5 er sama og 0,5, 0, 0 og svo framvegis eins og við viljum getum bætt 0 við í lotu. Svona. Hér er lotan 3 og þá sleppti ég að skrifa þetta og þá gefur okkur einfaldari framsetningar máta. Við skrifum þrist og táknum lotuna hér með þessu yfirstriki. Þannig að 1/4. Það er 0,25. Nú séum við fjórðungur líka 25 af 100. 25%. Lotan hér er 0. Sem sagt það er eina leiðin til þess að búa hér til lotubundu og vandarlegt tugabrót séum við. Gott og vel. 1/5. Það er 0,2 og lotan er 0. 1/7. Það er 0,16666 og svona verður að halda áfram. Við fáum aftur lotubundið og vandarlegt tugabrót og við skrifum þetta þá einfaldar 0,1 og lotan er 6. 1/7. Já, nú þurfum við strangt ekki að reikna eins og áðan. En það er sæla minni reglur í þessu. Það er 0,14. 214 fá 28. 228 fá 56 en það er hér einu meira og lotan er komin. Og þetta endur tekur sig. Lotan er 1, 4, 2, 8, 5, 7 og það eru 6 tölustafir í lotunni. 1/8 er 12%, 0,125, 1/9. Já, það er 0,111. Það er lotubundið og vandarlegt tugabrót sem við skrifum þá svona. Og þannig 0 hér fyrir 1/8, þess að þetta getur bætt 0 hér við. Þau skal skrifa það sem lotubundið og vandarlegt tugabrót og 1/9 ef þá lotuna 1. Svona 1/10, það er 0,1, 10% og lotan er 0. Svona, það er eina leiðin til þess að bæta hér við og vandarlega mörgum aukastöðum. Eða hvað? Hvað 0,9999 hvernig endalaust. Tja. Gengur 9 upp í 1 og setjum teilinguna og það er auðvitað aldrei.
en upp í 10 það er einu sinni nýr 9 dragum frá til sem í dagkvæmdin fá 1 hversu oft gangur 9 upp í 1 það kom hérna í þetta seti þannig að við dragum bara niður 0 hversu oft gangur 9 upp í 10 það er einu sinni markvæmt tilbaka einu sinni 9 dragum frá fáum 1 og við sjáum að þetta gengur svona sko við segjum að þetta er 1 níundi saman 0,1 í liði I áttum við að skrifa 1 sjöunda sem tökubrot og við setjum þá deilingun upp hversu oft gangur 7 upp í 1 aldrei upp í 10 einu sinni og markum tilbaka til að finna kongin það er 7 hér og það þrýst niður hversu oft gangur 7 upp í 30 þessar sinnum, nei, fjólu sinnum og fjólun 7 er 28 hér fáum við þá tvist og spyrjum hversu oft gangur 7 upp í 20 það er ekki þrísvar, það er bara tvísvar þessar 7 er 14 dragum frá 20 minus 14 er 6 hversu oft gangur 7 upp í 6 10 þá og við verðum að segja, já, 7 sinnum 8 það eru 56 dragum frá fáum ákvæmlega 4 hversu oft gangur 7 upp í 40 og það er 5 sinnum 5 sinnum 7 er 35 dragum frá fáum misbönn hversu oft gangur 7 upp í 50 það er 7 sinnum 7 sinnum 7 er 49 og þá er loksins komin aftur á byrjunarreit hér fá aftur 1 eins og vorum við í byrjun hversu oft gangur 7 upp í 10 og við fáum einu sinni og þá vitum við að framhaldið verður 2, 8, 5, 7 svoleiðis að 1 sjöundi er 0,1, 4, 2, 8, 5, 7 og súlóta 6 tölustafur í henni endur tekur sig til leiðlega núna sem 4 stifta og lókum dæmi 3 þá áttu að regna 3 á móti 25 og nú höfum við kannski bara nátt á þetta sem á 3 á móti 25 og lengjum með 4 og fáum í teljara 12 og nefnara 100 og það vil ég koma okkur aðeins að skrifum já, 100. það var alltaf skrifað svona, ég ráða fyrst en þetta er auðvitað 0,12 punktur